Tekið fyrir annað dagskrármálið Stjórnarráðið stjórnarfrumvarp 434. mál þingskjal 666 fyrsta umræða til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breyting á lögum Stjórnarráð Íslands, númer 115/2011 með síðari breytingum. Forseti biður hljóð í þingsalnum. Meginmarkmið frumvarpsins að auka sveigjanleika framkvæmdarvaldsins til að skipuleggja störf sín á sem faglegastan og hagkvæmastan hátt. Jafnframt miðar frumvarpið að því að gera úrbætur á þeim ágöllum sem fram hafa komið á lögunum frá því að ný heildarlög Stjórnarráð Íslands tóku gildi í september 2011. Á þeim tíma sem liðinn frá gildistöku laganna hefur fengist reynsla af ýmsum þeirra fjölmörgu breytinga sem lögin fólu í sér og byggir þetta frumvarp á þeirri reynslu. Meðal annarra helstu atriða frumvarpsins aukinn sveigjanleiki við skipulagningu ráðuneyta og möguleikar til einföldunar stjórnsýslu og hagræðingar. Auknir möguleikar á hreyfanleika starfsmanna, almenn heimild til ráðherra til að ákveða aðsetur stofnana sem undir hann heyra og lögbinding starfrækslu ráðherranefnda ríkisfjármál og efnahagsmál. Virðulegi forseti, ég mun nú fjalla nánar þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu. Í fyrsta lagi sett fram almenn heimild ráðherra til að ákveða aðsetur stofnana sem undir hann heyra. Í frumvarpinu lagt til að endurlögfest verði almenn heimild ráðherra til að ákveða aðsetur stjórnvalda sem undir hann heyra nema á annan veg sem mælt í lögum. Umrædd lagaheimild féll niður við endurskoðun laganna árið 2011 án þess þó að séð verði að það hafi verið sérstakt markmið við endurskoðun laganna enda ekkert fjallað breytinguna í athugasemdum við frumvarpið á þeim tíma. Talið rétt og eðlilegt með hliðsjón af túlkun Hæstaréttar á 2. málsgrein 13. greinar stjórnarskrárinnar að umrædd lagaheimild sé til staðar líkt og var í eldri stjórnarráðslögum sem hluti af stjórnunarheimildum ráðherra gagnvart stofnunum sem undir hann heyra. Almenn heimild ráðherra til að ákveða aðsetur stofnana breytir því ekki að Alþingi getur ávallt með lögum ákveðið hvar stofnun skuli staðsett og fellur þá heimild ráðherra niður eins og mælt fyrir í ákvæðinu. Í öðru lagi ákvæði sem miðar að því að auka sveigjanleika í skipulagi ráðuneyta. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að grunnskipulag ráðuneyta verði óbreytt, það aðalskrifstofum ráðuneyta verði skipt upp í fagskrifstofur eins og nú en hins vegar verði heimilt ef ástæða þykir til að setja á fót sérstakar starfseiningar eða svonefndar ráðuneytisstofnanir í nánum tengslum við ráðuneyti sem ekki teljast hluti aðalskrifstofu. Með auknum sveigjanleika samkvæmt þessu meðal annars hafður í huga sá möguleiki að sameina megi rekstur ráðuneyta og einstakra stjórnsýslustofnana og stjórnsýslunefnda sem heyra undir ráðuneyti með þeim hætti að viðkomandi stjórnvöld fái stöðu innan ráðuneytis sem sérstök starfseining eða ráðuneytisstofnun. Með þessu opnast ýmsir möguleikar til einföldunar, eflingar mannauðs og þekkingar í ráðuneytum og hagræðingar í stjórnkerfinu. Einföldunin felst í því að stjórnsýsla ríkisins á viðkomandi sviði kemur til framkvæmda á einu stjórnsýslustigi í stað 2 áður. Efling mannauðs felst í því að starfsmenn viðkomandi stofnunar verða jafnframt starfsmenn ráðuneytisins með auknum sveigjanleika í starfsmannahaldi sem því fylgir. Hagræðingarmöguleikarnir felast í því að sameina má faglega stoðþjónustu viðkomandi ráðuneytis og ráðuneytisstofnunar svo sem fjármála- og rekstrarskrifstofur, skjalasöfn og svo framvegis. Ástæða til að leggja áherslu á að sú breyting sem lögð til leiðir ein og sér ekki til breytinga á stöðu lögbundinna stofnana sem nú eru starfræktar samkvæmt lögum. Né heldur veitur hún ráðherra heimild til að breyta stöðu lögbundinnar stofnunar að þessu leyti. Umbreyting sérstakra stofnunar í ráðuneytisstofnun krefst lagabreytingar í hverju tilviki fyrir sig. Breytingin opnar einungis fyrir þennan möguleika í skipulagi ráðuneyta að öðrum skilyrðum uppfylltum. Á hinn bóginn ætti breytingin að draga úr þörf fyrir stofnsetningu nýrra lögbundinna stofnana og útþenslu ríkiskerfisins sem því fylgir. Í þriðja lagi eru lagðar til breytingar á lögum nr. 70/1996
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins sem auka möguleika á hreyfanleika starfsmanna innan stjórnsýslu ríkisins. Lagt til að kveðið verði á almenna heimild í starfsmannalögunum til að flytja starfsmenn sem ráðnir eru ótímabundið til starfa hjá ráðuneytum og stofnunum á milli þessara aðila, enda liggi fyrir samþykki viðkomandi ráðherra fyrir flutningnum sem og forstöðumanns stofnunar og það mikilvægasta af þessu öllu, starfsmannsins sjálfs. Við setningu gildandi laga um Stjórnarráð Íslands árið 2011 kom inn nýtt ákvæði sem gerði starfsmönnum ráðuneyta kleift að flytjast á milli ráðuneyta afmarkaðan tíma eða varanlega, enda lægi fyrir samþykki beggja ráðherra sem og starfsmannsins sjálfs. Með tillögunni lagt til að þessi heimild verði útvíkkuð þannig hún nái einnig til flutnings starfsmanna milli ráðuneyta og stofnana. Með útvíkkaðri heimild skapast enn betri möguleikar til að nýta mannauðinn og bregðast við tímabundnu álagi í starfsemi stofnana og ráðuneyta með árangursríkari hætti. Markmiðið með breytingunni að veita starfsmönnum fleiri og fjölbreyttari tækifæri til aukinnar þekkingaröflunar og framþróunar í starfi. Þá stuðlar slíkur hreyfanleiki að aukinni samvinnu ríkisaðila. Í fjórða lagi lagt til að starfræksla ráðherranefndar ríkisfjármál og ráðherranefndar efnahagsmál verði lögbundin. Tillagan sett fram í ljósi þeirrar reynslu sem fengist hefur af starfrækslu ráðherranefnda frá gildistöku núgildandi laga og mikilvægi þeirra við samhæfingu í Stjórnarráði Íslands. Tillagan jafnframt sett fram í samhengi við framkomið frumvarp til laga um opinber fjármál, en samkvæmt því munu ábyrgð og valdheimildir ráðuneyta þegar kemur að framkvæmd fjárlaga aukast umtalsvert sem aftur kallar á aukna samhæfingu og samráð innan Stjórnarráðsins á sviði ríkisfjármála og efnahagsmála. Lögfesting ráðherranefnda ríkisfjármál og efnahagsmál jafnframt í samræmi við meginniðurstöður skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, þar sem áhersla lögð á mikilvægi samstarfs og upplýsingastreymis þvert á ráðuneyti, ekki síst á sviði efnahagsmála, og að slíku samráði sé búin formleg umgjörð með skráningu gagna og fundargerða. Í fimmta lagi í frumvarpinu bætt úr ágöllum á ákvæði 2. málsgreinar 6. greinar stjórnarráðslaganna. Ákvæðið þar sem mælt fyrir skyldur ráðherra til að skýra ríkisstjórn frá fundum þar sem koma sameiginlega fram gagnvart aðilum úr stjórnkerfinu eða utan þess hefur reynst óskýrt og óljóst í framkvæmd, auk þess sem orðalag þess gefur tilefni til að gagnálykta það hvenær skylt að skýra frá fundi mikilvæg málefni og hvenær ekki. Samkvæmt ákvæðinu virðist sem form samskipta skipti meira máli en efni þeirra. Áhersla ákvæðisins á formið fremur en efnið að þessu leyti óheppileg því að mörg mikilvæg málefni koma til umfjöllunar og úrlausnar í ráðuneytum án þess að fundir með utanaðkomandi aðilum séu haldnir. Þykir því rétt við endurskoðun laganna nú að leggja áherslu á að bæta upplýsingagjöf innan ríkisstjórnar og faglega stjórnsýslu og bæta í dæmaskyni í 2. tölulið 1. málsgreinar 6. greinar laganna við þá upptalningu á því hvað telst geti til mikilvægra stjórnarmálefna. Það að til slíkra málefna geti jafnframt meðal annars talist upplýsingar fundi sem ráðherrar eiga mikilvæg málefni með aðilum úr stjórnkerfinu eða utan þess, eða þegar þeim sem fulltrúum ríkisstjórnarinnar eru veittar mikilvægar upplýsingar eða kynnt mikilsverð málefni, enda sé ástæða til að ætla að þær eigi erindi við ríkisstjórnina í heild sinni. Inntak eldra ákvæðis verður með þessum hætti gert markvissara. Virðulegi forseti, í 6. lagi verið að bæta úr ágöllum á 11. grein stjórnarráðslaganna skráningu formlegra samskipta. Að sama skapi og með breytingarnar á 6. grein í þessu frumvarpi ítrekað að skyldan til skráningar upplýsinga ráðist af efni samskipta en ekki formið þeirra. Í frumvarpinu þannig lagt til að í stað þess að kveða á skyldu til að halda skrá formleg samskipti og fundi verði kveðið á skyldu til að halda skrá mikilvæg samskipti og fundi. Með breytingunni ákvæðið fært til samræmis við ákvæði upplýsingalaga skráningarskyldu stjórnvalda, samanber 27. grein upplýsingalaga. Miðar breytingin að því að bæta og styrkja skjala og upplýsingaskráningu í ráðuneytum til eflingar faglegri stjórnsýslu innan Stjórnarráðs Íslands.
Í samhengi við þá breytingu sem hér er lögð til jafnframt lögð til breyting á 2. málsgrein 27. greinar upplýsingalaga til að skerpa á skyldu annarra stjórnvalda jafnframt, auk ráðuneyta, til að halda til haga mikilvægum upplýsingum. Í 7. lagi er lagt til að verkefni samhæfingarnefndar siðferðileg viðmið verði falin forsætisráðuneytinu samhliða eflingu á innleiðingu og kynningu á siðareglum ráðherra og starfsfólks Stjórnarráðsins. Allnokkur reynsla er nú komin á starf samhæfingarnefndar siðferðileg viðmið og því unnt að endurmeta hvort áframhaldandi forsendur séu fyrir starfrækslu hennar. Á undanförnum árum hefur nefndin komið að setningu siðareglna ráðherra og siðareglna fyrir starfsfólk Stjórnarráðs Íslands. Kynning á reglunum hefur hins vegar fyrst og fremst verið í höndum forsætisráðuneytisins og er umfjöllun þær meðal annars fastur liður í nýliðanámskeiðum í Stjórnarráðinu sem haldin eru árlega og nýir ráðherrar hafa jafnframt fengið sambærilega kynningu. Samkvæmt ársskýrslum samhæfingarnefndarinnar siðferðileg viðmið hafa einungis fáein erindi borist nefndinni og eftir að skipunartími nefndarinnar rann út hefur forsætisráðuneytið sinnt slíkum erindum hafi þau komið upp. Í ljósi þessa og með hliðsjón af 3. málsgrein 25. greinar stjórnarráðslaganna, þar sem verkefni nefndarinnar eru talin upp, verður vart talin þörf á sérstakri lögbundinni nefnd til að sinna því hlutverki sem samhæfingarnefndinni hefur verið ætlað. Mikilvægt er þó að því hlutverki sé áfram sinnt, meðal annars til að tryggja að siðareglur þróist áfram eins og eðlilegt er. Verður talið að þessu þróunarhlutverki verði betur sinnt innan ráðuneytisins í nánu samráði við eftirlitsstofnanir Alþingis, félagasamtök, stofnanir og embætti hér á landi og erlendis sem vinna að eflingu vandaðra vinnubragða hjá hinu opinbera, en að fela þetta nefnd sem starfar til hliðar við ráðuneytið. Er því lagt til að forsætisráðuneytið taki við hlutverki nefndarinnar og annist ráðgjöf til stjórnvalda túlkun siðareglna, standi fyrir og efli fræðslu þær innan Stjórnarráðsins og fylgist með að þær nái tilgangi sínum. Í 8. lagi er hnykkt á vinnulagi varðandi tilflutning stjórnarmálefna milli ráðuneyta. Frá setningu laga nr. 115/2011 hefur nokkuð verið að stjórnarmálefni séu flutt á milli ráðuneyta í samræmi við áherslur stjórnvalda og endurmat á því hvar verkefnum sé best fyrir komið. Hafa verkefnaflutningar almennt gengið vel, en þó hafa komið upp hnökrar þegar kemur að tilfærslu fjármagns og stöðugilda sem tengjast þeim stjórnarmálefnum sem til stendur að flytja og ráðuneyti greinir á fjármagn og fjölda stöðugilda sem flytjast eigi með tilteknu stjórnarmálefni. Með þeirri breytingu sem lögð er til í frumvarpinu er nú skýrt kveðið á að fjármagn og eftir atvikum sérhæfðir starfsmenn skuli flytjast með stjórnarmálefnum þar sem tilfærslan sem slík á ekki að kalla á auka kostnað ein og sér. Í ákvæðinu er lagt til að viðkomandi ráðuneyti skuli gera með sér samkomulag flutning fjárheimilda og starfsmanna milli ráðuneyta. Skal samkomulagið gert á grundvelli viðmiða fjárhæðir sem fylgja skuli verkefnum, meðal annars kostnað vegna stöðugilda og málafjölda sem fjármála- og efnahagsráðuneytið gefur út. Takist samkomulag ekki innan 2 vikna frá því að forsetaúrskurður samkvæmt 1. málsgrein 4. greinar er gefin út, sker forsætisráðherra úr. Virðulegi forseti, ég hef hér farið yfir ákvæði frumvarps sem miðar að því að gera starfsemi Stjórnarráðs Íslands skilvirkari við framkvæmd þeirra verkefna sem Alþingi felur því að sinna á hverjum tíma. Ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu. Umræðu annað dagskrármálið er nú frestað og málið tekið út af dagskrá.